Logi, það sigur gegn Frömmurum á Þórsvelli fyrir svona fyrstu viðbrögð. Bara út af aðstæður þá maður náttúrulega bara gríðarlega sáttur við að hafa unnið. Fannst ég vera með leikinn í fyrri hálfleik þegar þeir skora til 2-1. Þá væri þetta bara leikur og svo við fengið fleiri færi og svona þá hefði þetta alveg getað endað. Enda þannig við mistum 2 stig, hefðum ekki passað okkur. Þannig að bara gríðarlega sáttur. Svo blæsir það út í seinni hálfleik ef það orðað þannig. Það mætir í vind og þetta verður eiginlega ekki beint fótboltaleikur en það þarf samt að halda stillingu. Algjörlega sammála því. Við spiluðum gríðarlega vel fótboltalega síðan fyrra hálfleik með aðstæður. Svo þegar bæti bara meiri vindinn og við með honum átti að vera okkur til hags, þá fannst mér ekki ná bara, þetta var bara mjög hægur leikur síðan hálfleik. Þórsvöllurinn orðinn eitthvað gryfja? Þarf eitthvað að drífa í að gera Hálfdalsvöllin kláran? Ég elska þetta af alla staði. Ég er alltaf að spila þetta sem krakki og þetta er æðislegu staður sko. Og völlurinn er bara nokkuð góður sko. Þannig að já, við viljum meina að þetta sé gryfja. Já. Erfiðir 2 fyrstu leikir og svo náttúrulega frábær leikur gegn Víkingum í bikar og svo þessi. Þannig að hvernig líst þér á framhaldið? Bara vel. Þetta er búið að vera bara stígandi í þessu. Það vorum náttúrulega í Köðlanum á móti Víkingi fyrsta leik og náðum ekki að skapa okkur nægilega mikið af færum. En síðustu 3 leikjum við bara skapa gríðarlega mikið af færum og skorað mark. Segðu aðeins ef við mættum spyrja varðandi Vicente. Svolítið svona skrítið, hann yfirgefur klúbbinn bara í október og hann mættur aftur eftir einungis 2 umferðir í KR. Hvað á sér stað þar? Gott að fá hann heim fyrir vestmanneika en... Já, alveg geggjað sko, það náttúrulega ekkert skrítið að menn spyrja. Þetta ég náði náttúrulega aldrei í skottið á hann, ég var ekki byrjað þegar hann var hættur. Og það var bara úr því að fyrst og fremst að hann ekki búinn að vera lykilleikmaður í KR. Og við teljum að vera lykilleikmaður í okkur. Það er bara svona aðeins að aðlagast því sem við erum að gera. Þannig að ég veit ekki málavexti alveg upp á 100 því að stjórnin bara sá þetta mál en ég er náttúrulega bara gríðarlega sáttur við að fá góðan fótboltamann í okkar lið. Hann styrkir hópinn, klálega. Já, hann valinn besti leikmaður IBF í fyrra og svolítið svona leiðilegt fyrir vestmanninga að missa hann en hann er alltaf glæður í dag. Já, hann er búið gríðarlega gæði og bara ótrúlega gaman. Hann hefði getað sett hann í Danmeri. Það var bara, þetta er bara, við vorum búin að vera að leita leikmann í dágóðan tíma og hann svona eiginlega bara datt svona óvænt í fangið á okkur. Takk fyrir mikið.